Sjá hvað þetta feiti. Nei, ég ger þetta síðan í tölvunni sko hérna. Já, hann og Púni, þú verður nú að taka Púni, smá að Púni. Já, heyrðu, settu hérna hljóðnum aftur á þig. Ha? Heyrðu, maður sjá, ég skal gera þetta hérna. Svona? Já, heyrðu, komdu með hérna. Komdu hérna, já, komdu. Púni, láttu ekki hlaupa svona eftir þér. Þetta er pappa. Já, komdu hérna. Við erum ennþá í loftinu hérna. Býtu. Já, nærðu þið. Svona. En það er bara, hún þarf eiginlega að fara ein, þannig. Já, setta það bara við borðið hérna. Já. Ha. Já, litla, ha. Sjáðu hérna, þú ert hérna í sjónvarpinu. Já. Púni litla. Já. Það er allir ástfangnir að þessari. Hvað sæt. Þetta er ráðgjafinn. Heldur betur, listrænn ráðgjafi. Já, og hérna hún hefur verið yfir öllu ferlinu á myndinni. Já, er það? Já. Já. Og hvað er þetta hérna, hvað er þetta gamall hundur? Og hvað típa er þetta? 4 ára. Hún var bara hvolpur þegar ég var að byrja þetta. Sæta. Hún var bara hvolpur. Sjáðu þig. Heyrðu, þið eru rosalega sæt saman, Jóni. Já. Heyrðu. Já. Segjum þetta gott. Ok. Púni er hérna, hún fer aftur heim til þín. Já. Og við, hvar er aftur hérna En langar nú í þennan. Ég er að leita hérna að takka hérna til að feita þér í svart. Ok. Góðan daginn og velkomin í helgarviðtalið. Laugadagur, síðasti dagur janúarmánaðar og hjá mér er hundurinn Púni og Jóhann Sigmarsson, æsku og góð vinur. Velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig, loksins er ég búinn að ná þér. Já. Já, ég held ég hafi talað við þig fyrir 2 árum og beðið að koma í viðtal og þá sagðir, já, þegar myndin er tilbúin. Myndin, nú sjáu þið hérna á borðinu, maðurinn sem elskar tónlist, myndum Þóri Baldursson. Komum að henni á eftir en að þér, Jonni. Það er ekki hægt að tala við Jonna öðru en að tala aðeins Jonna. Hvað segirðu? Ég segi ágætt svona. Jú, ég er hérna á landinu núna. Já, býtu, römmum við það aðeins inn. Þú náttúrulega ert hérna fæddur uppalinn í Reykjavík í Laugarneshverfinu, þar sem við ölumst upp saman og göngum saman í Laugalækjarskóla. Svo flyturðu erlendis, býrð í Þýskalandi meðal annars. Já. Og takk þú við. Já, ég bjó þar í samtals 12 ár og ég á mjög góða vini í Berlín og náttúrulega út allt sko. Náttúrulega svo bjó ég 4 ár í Vilnius í Litáen en ég var líka þarna í stúdíó, 5000 fermetrar stúdíó sem og mikið í listasýningunni þannig sko. Í Vilnius? Nei, í Berlín. Í Berlín? Og náttúrulega það er mjög, var mjög bara fínt að vera það sko. Já, segðu mér, þú ert náttúrulega stórlistamaður og fjöllistamæður. Þú, svona fyrsta verkið sem að slæri í gegn, það er þú ert náttúrulega stóra aðkomu að veggfóðri. Já, það var... Þú skrifaðir hana? Já, ég byrjaði á því verkefni bara einn og sér og sjálfur.
kvikmyndi Veggfóður sem kom út, hvað árið 92. 92, Já. einmitt. Og svo gerðurðu... Og náttúrulega var ég sko annar leikstjóri og hérna líka framleiðandi að henni. Já. Og ég gerði storyboard með henni og eitthvað svoleiðis, en náttúrulega þetta var náttúrulega mjög þarft sko, og við áttum enga peninga og ekki neitt sko, og við vorum bara að sýna fólki að það væri hægt að fara út og skjóta mynd. Já, þið gerðu bíómynd og unniði lottói meira sér til að fjármagna það, eða ekki? Jú, akkurat, og síðan síðan alltaf þetta röð af myndum sem koma þarna eftir þessa mynd sko, bara út af þessari mynd að við sýndum sko fram á að þú þyrftir ekki svo mikið fjármagn í að fara og skjóta mynd sko. Já, ég vil koma því að í hópsinu í þessari mynd þá voru margir vinir mínir fengnir til að leika í partíatriði, og Albert og Tommy, Dóri og Siggi, allt mínir æskufélagar, og það var búið að lofa þeim að þeir fengu borgað. Þeir talaði með enn þetta í dag að þið framleiðendurnir skuldið þeim pening. Já, en meiri gríni sagt, já. Þeir finnst þetta mjög gaman. Þeir fengu partí og þeir fengu að drekka. Það var nóg fyrir þá. Já, en þeir tala alltaf Júli skuldar okkur eða pening. Já, Júli, hann borgaði mér bara fyrstu greiðsluna því Friðrik sagði nú að reynda að gera það, og síðan hef ég ekki séð neitt meira af myndinni. Þó ég hafi verið framleiðandi og handritshöfundur og reyndar startað myndinni og gert hana veruleika, af því Júli hefði nú ekki getað gert hana veruleika nema, en ég hefði getað gert það án Júlla. Já, en þegar farið af stað í svona frumkvöðla verkefni, þá ekki alltaf hægt að gera kröfu það að allir fóðu borga. Það líka bara, þetta bara gaman. Við vorum alltaf bara ungir, þetta var sko meiri sko bara gera kvikmynd og svoleiðis, það svo mikill skóli í því. Frábær skóli, og það besta sem þú gerir alltaf að læra eitthvað. Það bara að demba þér út í og gera hlutin. Já, akkurat. Já, bara frábært framtak en það grætur það enginn að hafa ekki fengið borgað þarna. Þeir bara þeir duttu í það, frítt. Já, þeir duttu í það frítt, en þeir ættu nú að fara rukkan Júlla með interestrum. Með háum vöxtum. Með háum vöxtum. Með háum stýrivöxtum. Jonni, svo gerður eina stóra fjölskyldu. Já. Og hefur gert fleiri kvikmyndir? Og svo Óskabörn þjóðarinnar. Óskabörn þjóðarinnar. Já, og ég var náttúrulega að vinna við heimildagerð, hjá Plúsfilm, sko. Já, Pappírspési. Já, Pappírspési. Vannst í honum. Já, og þessar myndir, þetta allt góður skóli, sko. Mjög góður skóli. Ef að maður úti að gera eitthvað. Já. Og svo hefur maður brennandi áhuga á því og maður horfir á kvikmyndir sko, og svoleiðis, og maður fer í bara þjóðaríu í kvikmynd, og ég myndi segja sko, núna ég náttúrulega orðinn þroskaðri heldur en ég var og svoleiðis, sko, ég myndi segja sko
en það alltaf hægt að læra, sko. Þú veist aldrei hvað, þú veist, og að þetta gefur til dæmis svo mikla, sko, þetta gefur svo stóra möguleika á að experimenta með alla hluti þarna fyrir innan. Já, þetta náttúrulega mikið ferli að gera bíómynd. En þú fer síðan, þú hannar bíómynd og skrifar hana, svo ferðu og hannar húsgögn. Ertu ekki því út í Litháen? Jú, ég var reyndar að gera það á Selfossi þú veist, ég byrjaði með sænskri kærustu sem sko var búsett á Íslandi og ég var búsettur í Berlín og hún ætlaði að flytja til Berlínar til mín en átti sko 2 hunda og Anna var svona hjartveikur og hún treysti honum ekki til að fljúga til Berlínar svo ég kom hingað og var á Árveginum á Selfossi. Hún bjó þar í bílskur sem ég gerði svo upp. Þessi sænska? Já. Og við gerðum mjög fína íbúð úr því og ég, þú veist, parkettlaði hann og eitthvað svona og bara, þú veist, svo náttúrulega, en í næsta húsi þá var Eyþór Arnalds þar. Já, og hann var í læknabústaðinum þannig á Selfossi og síðan allt í var ég vaknaði einn morgun og var nýkominn til landsins sko og og þá var ég svona yfir og þá segi ég Eyþór, hann að leika sem með tvíburuna sína. Hann var bara ekki bæjarstjóri þarna eða? Hann var í bæjarstjóri. Bæjarstjóri? Já, hann var formaður bæjarráðs held ég. Og þá var hann bara á sloppnum og þá leit ég svona yfir og segi Eyþór. Og ég náttúrulega hafi verið með hann í músíkvídeóum og hann hafi náttúrulega verið í veggváður og svona reis og við hefðum náttúrulega þekkst yfir 30 ár sko næstu og svo við bara þú veist og hann náttúrulega reddaði mér gamalli skólastofu sem var hægt að nota og þá fekk ég sko Drumba á Reykjavíkurhöfn. Já, ég man eftir því, þú varst að hanna einhver listaverk og varst að selja þetta hvað til Japans eða ekki? Hiroshima eða hvernig var það? Síðan ég bý til verkefni sem heitir The Ecuador Memorial Project og en svo ætlaði ég að fá svona minjar og ég hefur nokkra minjar sko úr þessu til dæmis eins og þarna Berlínarmúrinn í Borgartúni þetta komið út af mér af því þetta samstarf við mig sko. Er hann ennþá þar? Já. Bútur úr Berlínarmúrnum? Já. Sem að þú fluttir hingað inn? Nei, þeir fluttu þetta strákana sem voru í samstarfi með mér sko. og en þetta var sko ég hef 4 svona veggi sem ég ætla mjög líklega að gera sko fundaborð úr. Ok, byrju stoppa aðeins við. Þú hefur 4 veggi, hefur einhverja búta úr múrnum? Úr múrnum, úr Berlínarmúrnum? Þeir eru með 56 svona veggi úr Berlínarmúrnum. Hvar eru þessi veggir? Hér á landi? Nei, þeir eru þú veist, fyrir utan Berlín sko. Já. En sko,
Svo ég komst í samstarf við þá og náttúrulega var ég inn á vinnustofunni þeirra sem var 6.000 fermetra vinnustof og svoleiðis. Svo ég sankaði mér nokkrum minjum sko og meðal annars fekk ég úr sendi til Hiroshima og vildi úr eitthvað frá Hiroshima sprengjunni sko. Og Stopp, útskýrðu aðeins, hvað fékkstu frá Hiroshima? Ég fekk 20 þakflísar úr Genbaku-dóm, en það helsta kennileiti Hiroshima vegna atómsprengjunnar sko, eða þú veist vegna kjarnorkusprengjunnar og Hvað heitir þessi staður? Er þetta einhver dóm, segðu þetta aftur? Þetta var bara 50, sko sprengjan hún sprakk 50 metra fyrir ofan sjávarmál sko. Já. Og hún eyðilagði sko 10 kilometra radíus, en einhvern veginn þá var þessi kirkja bara einhver 100 metra hjá eða ekki kirkja, þetta var spítali sko og svoleiðis. Hann var bara þannig örugglega svona 70 metra frá og Stóð hann? Hann stóð. Ég nefnilega séð eins og einhverja járngrind af einhverju hvelfingu. Já. Hann stóð og sko hann og ég fekk 20 þakflísar úr þessu sko, en þú veist náttúrulega þetta var alveg hrikaleg sko, þetta var, þú veist, þetta náttúrulega bara, fólk á ekki að vera leika sig með þetta eða þú veist, eða her eða nokkuð, þú veist, bara her Það var bara enginn að hafa hendur á atómsprengjum, hætti hann? Nei, akkurat, það var sko 2000 gráðu hiti af sprengjum. Það er bara rosalega lesum þetta, fólk bara bráðnaði það sem það stóð. Já, og skuggarnir fóru inn í veggina sko, og stimpluðust inn í veggina. Já. Þegar, þú veist, af rústunum, þú veist, þetta er bara viðbjóður og náttúrulega stór á þarna sem rennur þarna og fólk alltaf að kæla sig með að stökkva í ána og þú veist, brann bara út af því að... Það er bara sofnað. Já, það var bara, þú veist, til dæmis, þetta er 2000 gráða heitt sko. Til dæmis ef þú bræðir postulín, þá bræðir það á 3500 gráðum og sólin er 5000 gráða heitt. Það er mitt. En Jonni, áður við förum í myndina ég verð aðeins að fá að drepa á sko þínum æsku árum, þegar þú náttúrulega elst þarna upp í Laugarnesi og elst jafnframt upp í Sigtúni við Suðurlandsbraut. Má ég aðeins tala við um þennan merkilega stað sem að ég las einhvern tíma á mínum yngri árum að hefði verið stærsti skemmtistaður á Norðurlöndum. Það væri bara, Sigtún hefði verið svo staður sem hefði verið með leyfi fyrir flesta gesti. Hvort það voru leyfi fyrir 1200 manns eða 1100. En það var alltaf kannski 2000 manns að niðri, eða meira. Já, það voru 2000 manns að á Laugardögum alltaf og síðan kannski
12 til 1400 manns sko á föstudögum, en þú veist, svo voru skólaböll þarna og bingo og skólaböll og gömludansar og bara, eða reynir bara allt. Já, og þetta var náttúrulega bara, þú veist, ótrúlegt að því þetta var bara ein diskókúla og síðan voru bara 4 kastarar, sko, þú veist, það var, en þetta var náttúrulega ótrúlegt, sko, þú gast gengið stóran hring í þessu, sko, Já, ég man það. bæði upp og niður og séð bara alla á leiðinni, sko. Já, og þetta var mjög framandi staður að koma inn í. Það var stór geimur. Já, já. Og svo já, þetta var bara svo merkilegt, sko. Þetta var bara langvinsælasti skemmtistaður þegar ég unglingur og hvað vildi ég sagt hafa? Sko, já, ég var bara einhverja svona skemmtilega minningar að labba með þér Sigtún tómt og fórum í einhvern eldingarleik og Já, og náttúrulega svo þegar maður varð sko unglingur eða þú veist á unglingsárum þá til dæmis fóru vinir mínir, ég og einhverjir 2 aðrir vinir mínir, Sverrir og Halli Eikmann og Dóri Halldór Margeir Ólafsson. Já. Við fórum að alltaf á föstudagum þá fórum við að eima spritt þarna. Eima spritt í Sigtúni? Nei, heima hjá mér, sko. Út að mamma og pappa þau voru alltaf vinnandi uppfrá. Þau voru alltaf uppfrá. En bara svo fyrir fólk sem veit ekki, sko, hvaða staður Sigtún var, þá var Sigtún við Suðurlandsbraut, þar sem núna heimilistæki og tölvulistin, þarna fyrir ofan og þetta risa hús og þarna voru ekki skemmtistæðar á þessu tíma, þeir voru ekki niður í bæ, þeir voru í úthverfum, eins og Hollywood kom síðan upp í Ármúla og Hótel Ísland í Ármúla og Álfabakka var Broadway eða ekki? Já, Sigtún var náttúrulega það sem gamla sjálfstæðishúsið var fyrst og það sem NASA var sko eftir það og svoleiðis og það voru gamlu innréttingarnar úr Sigtúni en svo flutti hann náttúrulega upp á Suðurlandsbraut en það átti að vera hótel sko upphaflega en hann seldi sko 2 efstu hæðirnar og þeir keyptu það hjá Datsun umboðinu sem var á bakvið sko. Hvað átti að vera hótel, segir þú? Í þessum skemmtistað sko. Já, síðan það var hægt við að hafa þetta sem hótel? Já, af því að hann seldi sko og svoleiðis en þú veist, ég sá þú veist, þarna spiluðu sko alveg ótrúlegustu bönd og þú veist punkbönd og þú veist stuðmenn og stuðmenn fengu að breyta þessu sko alveg sko og þú veist hljómar og þessir geimsteinn og þessir bönd voru allavega þú veist Einar og Bónik og Æja, þú voru að taka þetta, Jóni, eða slökkva á þessu. Hver að hringja? Hi. So I'm in interview now. So can I call you after half an hour or so? Okay. Yeah, okay. Bye. Þú ert svo mikil rockstjarna, Jóni. Heyrðu, já, en þessi staður og þessi, hann náttúrulega gerði pappa og þína fjölskyldu sterk efnaða og ég man bara fyrir mig að koma heim til þín niður í Hrísateig. Já. Sko, ég kem bara úr svona venjulegri fjölskyldu og þið höfðu greinilega meira umleikis heldur en við. Þarna sá ég fyrsta skipti
vídeótæki, risastórt og þú varst að kópera Skonrock og einhverja þætti úr sjónvarpinu og maður gæti horft af þetta síðan alla vikuna og mjög merkilegt að koma fyrir mig að koma heim til þín. Þarna voru alla, þú veist, góða græjur og hérna, ég held ég að við sé fyrsta skipti sem ég sá svona tölvuleik sko, svona þessa litlu hérna Nintendo. Sinclair. Sinclair eða eitthvað, leikjatölvur. Og síðan var Nintendo þannig og eitthvað svoleiðis en sko reyndar þá hérna á unglingsárunum þá líka sko á laugadögum þá sko það sem ég gerði að hérna ég mátti náttúrulega ekkert fara með þetta fólk inn að því að það var bara 13 til 15 ára gamall. Þú máttir ekki fara með vini inn í Sigtún, þú ert að segja það? Já, akkurat. En ég mátti fara inn í Sigtún sjálfur sko. Svo ég fór alltaf inn sko inn framdyrnar og hérna allt í lagi með það. Svo fór ég inn í eldhús og hleypti strollunni inn í eldhúsi og þar inn á diskotíkið. Þú hleyptir 13 ára úlingum inn á vinsælasta skemmtistað landsins bakdyramegin. Já, og hérna, 13 til 15 ára og þú veist, og svo eru þeir sumir, til dæmis þeir klifruðu sko upp á sylluna sko sem var þannig fyrir utan og fóru að því ég lét pappa ráða sko Júlla í diskotíkið. Júlla Kemp? Júlla Kemp og hérna, hann var náttúrulega bara 15 ára eða eitthvað svoleiðis eða 16 ára og hérna, þar hérna voru þeir sko að og þá opnuðum við bara gluggann sko sem var rosa stóra á diskotíkinu og þar komu líka fólk inn. Já, sem sagt, hérna framhliðin á Sigtúni og svo kemur stígnið hérna fyrir ofan og strákarnir klifruðu upp á stígnið og þaðan inn. Akkurat. Vissu barnaverndar yfirvöld að þessu? Þar maður segja það. Nei, kannski bara best að þau vissu sem minnst. Já, en ég hugsaði nú barnayfirvöld þarna hafi ekkert verið svo mikið barnayfirvöld en það var sko, það var reyndar sko, það var alltaf víneftirlit. Sko sem var að tékka á hvort að þeir væru sko ungt þarna inni eða... Já, skemmtanaeftirlitið kom og var að... Það var víneftirlitið. Já, biðja skilríki, nafnskírteini. Já, akkurat. Og við hefðum náttúrulega stundum, sko, þá fórum við í Hollywood og eitthvað svona og þá, sko, vorum við búin að gera þessi gömlu nafnskírteini þarna með einhverju hérna... Búin að falsa nafnskírteini. Já. En Jóni, ég bara hérna, áður fyrir mig myndina, ég á eina minningu, mjög skemmtilega minningu heima frá þér og þessi hérna skemmtistæður, þetta heimilið þitt var náttúrulega eins og nokkurs konar eins og skemmtistæður. Hrísateigur 41 var það ekki? Já, risastórt hús, svona palla hérna einbýlishús og þarna var bara alltaf allt að gerast. Þannig að maður vildi fara eitthvað, maður var eitthvað heima og lítið að gera, þá kann maður alltaf fara heim til þín og það var eitthvað spennandi í gangi. Það voru náttúrulega allir annað, þú veist, fólk bara, þú veist, óð inn sko án þess að banka. Ég veit að þetta var bara hérna opið hús. En reynda fór ekki vel fyrir pappa síðan, hann var orðinn þunglindur sko þarna 3 síðustu árin sko og
við skildum það lítið sko en svo og hann var búinn að reyna sjálfsmorð í 13 skipti áður en það tókst í 14. skipti. Svo þá var þetta allt öðruvísi en þetta í dag sko, nú tekið á þessu sko. En ef þetta gerðist þarna á þessum tíma þá varstu bara settur inn fyrir fjölskylduna. Sem á náttúrulega alls ekki gera sko. En þetta fekk náttúrulega mjög sorglegan endi en ég hef alltaf sagt, ég held ég hafi sagt það einhvern veginn við þig að bara þín saga og þín fjölskyldusaga hún alveg efni í þáttaröð eða bókaröð þannig ef einhver geti skrifa þína sögu þá held ég að það miklu meira spennandi viðfangsefni heldur en segjum til dæmis bara eins frábær mynd og Djöflaeyjan eða bækurnar eftir Einar Kárason þá held ég að þín saga sé hún alveg fyrir eins og hún blasir við mér ótrúlega merkileg saga af manni Sigmari Péturssyni pabbaðinni sem að eflaust bara kemur upp úr engu. Bara var þarna og verður bara ríkasti maður landsins. Ég var að skoða alltaf Helgapóstinn í gamla dag og þá voru kannski 10 tekjuhæstu sem sagt 10 hæstu skattgreiðendur á landinu, það voru Herluf Klásen og Geir Hallgrímsson og svo pabbi þinn, Sigmar Pétursson, veitingamaður. En ég var að segja það á hann að ég á minningu sem ég fannst rosaleg heima frá þér að þá kallaði þú á mig og biðið mig að koma inn í eldhús og þú setur ost á brauð og stingur síðan, tekur brauðsneiðina, opnar einhvern skáp, setur hana inn, lokar, snýr takka, ýtir á annan og þessi stóri kassi lýsist upp og þú segir við mig, sjáðu og ég horfði bara á brauðsneiðina bara hana og osturinn, hann bráðnaði og ég bara, hvað að gerast? Það var örbylgjuofn. Og við grilluðum, við hittum ófáar brauðsneiðarnar í þessum örbylgjuofni. Manstu eftir þessu? Akkurat. Ég fannst þetta bara rosalegt, sko, sjá vídeó og tæki tölvuleiki og svo örbylgjuofn. Ég hef aldrei séð hana eins. Ég hefði bara séð brauðrist heima hjá mér. Nei, en sko, maður á að vera, þú veist, ég hef þurft að flytja alveg, sko, alveg ótrúlega oft frá hinum og þessum stöðum og margt sem hefur komið upp á og svoleiðis maður, en fyrsta lagi, sko, þá býrðu aldrei betur en í hausnum á þér, sko. Og þú átt að vera sáttur við það sem þú átt. Sátt og hefur. Og hefur. Heyrðu, eigum við að dempa okkur í þessa merkilegu bíómynd sem þú varst að gera? Maðurinn sem elskar tónlist, Þóri Baldursson, sko, ég er 57 ára að verða á þessu ári og við erum jafnaldrar. Ég hef, sko, heyrt þetta nafn bara frá mínum fyrstu kynnum af tónlist, þegar maður heyrði hljóma og trúbrot og alltaf Rúna Júl og alltaf hefur þetta nafn Þóri Baldursson poppað upp. Kynnt okkur aðeins þennan mann, kynntan til leiks og myndina. Þú náttúrulega getur þannig lesið framan á pósterinu, sko, í þessum ótrúlega, sko, hann náttúrulega var í Savana-tríónu og svo byrjaði hann í Dátum og þú veist það og var eitthvað í sambandi við hljóma og hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar, sko, þegar hann sko, hann byrjaði að
fikta með harmonikuna hjá pappa sínum, sko. Stopp maður, hann er áttræður, eða ekki? Hann er 81 árs 81, og verður 82 núna í mars. Hann er fæddur þá 44, hann er lýðræðisbarn. Já, hann er fæddur 1944. Já, og hérna er lýðræðisbarn þá. Já. Og hérna, en hann er á náttúrulega ótrúlega fyrir. Þetta er sko eldri bróðurinnar Maríu Baldursdóttir sem er ekkjan hans Rúnars Júlíussonar. Já, eru þau systkini? Já. Er hún lifandi ennþá? Já, hún er lifandi ennþá og hún fekk heilablóðfall og er að jafna sig á því og svoleiðis. Já. Og náttúrulega þetta kemur upp, þetta verkefni þá þú veist, þá fer ég að grafast fyrir ég fekk bara nostalgíukast, sko, út af því að þetta var svo nálagt mér, sko, í æskunni. Já. Og þú veist, þessar hljómsveitir voru allar að spila fyrir pappa og til dæmis í Sigtúni, ég sá Grace Jones í Sigtúni. Sástu Grace Jones í Sigtúni? Já. Sástu þá Dolph Lundgren lífvörðinn hennar? Dolph Lundgren var lífvörður Grace Jones? Já, ég veit það, en þetta hefur verið 80, ég held þetta hefur verið 83 held ég. Já, ok, merkilegt. En svo ég var bara 14 en ég náttúrulega, þú veist, náttúrulega kom hún þangað sem ég var að horfa á hana, sko, ég var í loftræstingunni sem var þarna og þá gat maður séð allt á sviðinu, sko. Þannig niðri. Og síðan kom hún upp á upp í þessa loftræstingu. Var það einhver klefi hérna uppi eða? Nei, og þú veist, þetta var bara hlutað, sko, þetta var náttúrulega bara, sko, loftræstingin þannig var, sko, einhverju 200 fermetra eða eitthvað. Var þetta bara svona eins og baksviðs eða eitthvað? Já, bara og en þetta var náttúrulega bara, sko, þetta var náttúrulega ótrúlegur staður, sko, þannig, en ég fekk algjört nostalgíukast út af þessu og síðan bara, þetta er í október 22. Og hvað er í október 22? Sem ég, að því þetta kom upp í sundi, sko. Þú byrjaði að taka myndina í október 22? Já. Nei, ég byrjaði ekki á því þá, en sko, ég fletti þessu upp og síðan ég bara, já, þú veist, þetta er svo nálagt og svona og svo bara gref ég hann upp, Þórir Baldursson, og ég hringi í hann og ég skrifa eitthvað niður og skrifa svona interpression og svo hringi í hann og kynni mig og segja að ég sé yngsti sonur hans Sigmars í Sigtúni og hann kannast alveg við það og það svo hringi í hann, sko, og síðan segir hann, ég sagði bara, ég vil gera eiginlega svona heimildakvikmynd eða heimildamynd þig, sagði ég. Og þá segir hann, já, hefur eitthvað skrifað það og eitthvað svona. Og þá segir ég, sko, ég er með interpression sem ég búinn að setja smá í, sko. Interpression, hvað er það? Það er svona samandrög af einhverju, sko, einhverju svona beinagrind. Já, beinagrind, ok. Og
þá ég skrifaði bara 2 dögum og síðan sendi ég honum það, sko, og síðan eftir 2 daga þá hringjumst þau á og við ákvaðum að hittast í hérna Kringlunni á Café Roma í Kringlunni og hérna hún hérna svo fer ég að tala við hann og spyrja hann út í þetta, þú veist að þetta var hann alltaf stór merkilegum, hann alltaf stór merkilegur, þú veist sko, var að spila með ABBA, var að, þú veist, gerði einhverja 3 plötur með Boney M. Donna Summer líka? Já, þeir fundu Donna Summer og hann var að vinna með Giorgio Moroder í nokkur ár og svo fór hann yfir til Casablanca Records og þú veist, og síðan til Sal Soul Records í New York og hann stjórnaði þarna Sal Soul Orchestra í Philadelphia í Sigma Sound Studio, sko. Er það upptökustjóri eða lagahöfundur eða hvað? Bara allt, sko, lagahöfundur, tónlistarmaður, sko, og útsetjari og framleiðandi og svoleiðis. Já, hann spilar, framleiðir, útsetur og stýrir upptökum. Já, og til dæmis hann var á 3 fyrstu plötunum hjá hérna Grace Jones, sko, og hann tók eina plötu með Elton John, sko, svo á hann eitt mest samplaðasta lag sögunar, það samplað frá Grandmaster Flash upp í Ice Cube og síðan Drake í dag og þeir búin að sampla þessu, sko, Saint Etienne, sko, Run DMC, hérna Daft Punk og bara, þú veist, alveg ótrúlegur og þú veist, þessi náungi, sko, ég hef bara aldrei unnið með betri manni heldur en Þórir Baldursssyni á ævinni, sko. Segðu mér aðeins, hérna, hvernig tókuðu þessa mynd upp? Voru þið að elda með myndavél eða voru að tína saman gömul myndskeið eða myndefni? Sko, ég vildi náttúrulega ekki að þetta væri þessi talandi hausar, sko, eins og þú veist, það yfirleitt bara mjög leiðilegt en það náttúrulega fróðlegt, sko. Já. Svo ég kom aldrei fram í þessu sem einhver spyrill eða þannig. Ég lét á tala sjálfstætt og svoleiðis, en ég hafði alltaf, sko, frá upphafið þá hafði ég, sko, skrifað handrit að þessu, sko, eins og fyrir bíómynd, með upphafi, miðju og enda og síðan hafði ég, sko, líka hérna searchað mjög vel, sko, af efni, gömlu efni og svona sem til var þetta og bæði hérna og erlendis, sko. Og hérna og síðan alltaf var ég búinn að gera 900 mynda storyboard og þetta lá einhvern veginn svo vel og til dæmis Þórir hann, sko, líka hann á svo stóran part í þessu að því, þú veist, hann náttúrulega svo ótrúlegur, sko. Kemur hann með myndefni inn í þetta? Á hann gamlar upptökur? Já, ekki gamlar upptökur allavega, en þú veist, hann á einhverja ljósmyndir og eitthvað svoleiðis sem hann kemur með inn í þetta en náttúrulega fann ég hjá sjónvarpinu og ég fann, sko, út allt, sko, að því að hann hafði unnið, sko, með ótrúlega stöðu, sko, listamönnum og svoleiðis og
það var ekki bara disko, það var sko líka til dæmis Amadou sem hérna sem innleiddi sko Kreuzrock í Þýskaland og svoleiðis og þetta legendary hljómsveit og svoleiðis og hérna þetta var bara þú veist, það náttúrulega sömu element í þessu og diskónu sko, rocki og diskói, þú veist, þetta náttúrulega bara tónlist sko og tónlist eitt af jákvæðasta sem jörðin hefur alið af sér, það tónlist. Já. En segðu mér, hvar liggur hans, þú veist, ef við skilgreinum hann sem tónlistamann, þú veist, hann meiri í diskói eða einhverju poppi eða hvað? Nei, hann tekur bara allt að sér. Til dæmis eins og diskó, það byggt upp á til dæmis, þetta byggt upp á sko trommubítið bítið á laginu, það yfirleitt sko 120 bíti á sekundu. Þetta eins og hjartsláttur. 120 bíti á mínútu? Já, á mínútu segi ég. Og hérna, og þetta bara eins og hjartað í þér. Já, sko. Einmitt. Og það uppbyggingin fyrir diskóð, en svo kemur hérna Fourth on the Floor sem sko, sem trommubít sko. Já, 4/4. Já, Fourth on the Floor, já. Og það tekið til dæmis úr jazz. Takturinn? Já. Og hérna, svo voru þeir bara, þú veist, að búa til, sko, experimenta með nýja tónlist. Þú veist, eins og til dæmis þeir fundu Donny Summer og svo hann hafði samið öll demóin fyrir hana, hann var sá eini sem gat skrifað tónlistana, sko. Já. Hann skrifa nótur og... Já. Og hérna... Býta eins, hann tónlistamenntaður héðan eða... Já, hann frá Íslandi eða... Já. Og það kemur náttúrulega fram í myndinni, hvað, þú veist, og svoleiðis, en sko, þetta náttúrulega, þú veist, og þú veist, náttúrulega náungi eins og hann, sko, sem, og bara listamenn, sko, eins og þeir þú veist, ég búinn að kynnast nokkrum listamennum ævina og þeir sem mest hrókafullir og svoleiðis og segjast hafa gert eitthvað innan gæsalappa, þeir svo ferðu inn fyrir brynjuna og sér að þeir hafa ekki í rauninni gert einu svona hlutin sem þeir þykjast hafa gert. Og hérna, en svo það öðru, og það svona einhverju artistar sem bara, þú veist, wannabe artists. Já. Kaffihúsalistamenn. Já, og hérna, en síðan sko, þeir sem hafa gert einhverja hluti, þeir svo, og gert alveg fullt af hlutum, þeir mun ekki einu sinni eftir hvað þeir hafa gert marga góða hluti á ævinni, sko. Já. Og þeir sko, og þeir náttúrulega, og þeir sko auðmjúkir. Já, einlægir. Og einlægir, og þú veist, það ekki til hroki í þessu fólki. Já, ég tek undir með þér að hérna, því hæfileikaríkari sem listamaðurinn því jarðbundnari hann yfirleitt, vinnusamur, duglegur. Já, það bara, þú veist, þegar sko við vorum að vinna þetta, sko, þá, og ég stakk upp á einhverjum tökum og svoleiðis, þá segir Já, Jonni minn, gerum það bara. Og maður bara stóð bara, þú veist, hérna, en hvar allt hérna? Nei, þú getur ekki gert þetta. Þú veist,
svo maður bara gerði þetta. Já. Þetta eru náttúrulega sko input sem þú setur inn, færða annað input frá öðrum og þú veist, þannig kemur gott samstarf og til dæmis samstarfi sem ég átti við Þórir og síðan Einar Snorra, til dæmis klippara minn. Já. Þetta var alveg rosalega góð combination. Já. Þetta voru náungar nema kannski að mér undanskildum, en jú, kannski ágæði þó ég hæli mér þá hérna var þetta mjög góð combination að við gátum gert sko gott samstarf úr þessu. Þannig að þetta þá þess að 3 manna verk, þetta þú sem leikstjóri, Einar Snorri sem klippari og væntanlega, þú veist, hann hljóðsetja líka þá? Já, hann var og við náttúrulega eða þú veist, við áttum alveg mjög góða samræður alveg að við fyrst klippum við pilotin og þá eiginlega kemur sko sem 16 mínútur og þá kemur eiginlega sko svona nákvæmlega hvernig við ætlum að fara að því að klippa sko restina og svoleiðis. En Þórir, hérna, kemur hann ekki með, þú veist, mikið hugmyndum inn í þetta? Þetta náttúrulega maður sem náttúrulega fæddur, sko, hann lýðveldisbarn 1944, þannig að þú fæðist 1969, þannig að það alveg heill heimur þarna sem að þú bara veist ekki af. Sko, en náttúrulega út af þessari skrýtnu æsku sem ég hafði, sko. Já, þú fékkst náttúrulega óvenjulega innsýn í hérna skemmtanalíf Íslendinga. Ég veit það, og það ekki, hérna, það er bara, hérna, ljósapera, hún skemmtilegri en það. En segðu mér hérna, bara förum enda þetta hérna, hvernig var að standa við hliðina á Grace Jones? Sko ég sá myndir af Grace Jones, hún var svona einhvern veginn með svona stutta klippingu, svona rökuð í hliðunum með eitthvað svona kantað hérna, hár og plástur á þessu plötuumslagi og hún var bara svona hlébarði, sko, þetta er bara svona kvenkyns ljóninja. Ég veit að þetta var hættur að horfa á plötuumslagi. Bara Black Panther. Já, hún er bara Black Panther, hvernig? Já. Og var hún þannig auglitist líka? Já, þú veist. Er hún hávaksin eða? Nei, hún er reyndar ekkert lágvaksin eða þannig, sko. Já. En þú veist, hún er náttúrulega, þú veist, kemur úr mótelheimnum og stór glæsileg kona og þú veist, með óvenjulega fallegt útlit. Já, og hérna, og sko, hún kemur og hún vildi fara að stækka sig sko yfir í tónlist og yfir í líka leiklistina. Lék hún eitthvað? Já, hún lék til dæmis James Bond og þarna með Christopher Walken og þú veist og hérna þú veist og fullt af Conan þú veist með honum hérna ædolinu þínu ædolinu mínu og þínu, Arnold Schwarzenegger alltaf bara stór áhrifavaldur í okkar lífi. Já, ég veit það. Við náttúrulega vorum vaxtarðamenn hérna niður í líkamsræktarstöðinni í Borgartúni, við vorum að æfa þar. Já, og þegar Jón Páll Sigmarsson og Hjalti Úrsus var að hjálpa mér og þú veist, ég 14 eða 15 alveg, og þá vill maður taka sem mest á lóðin, sko, og ég tók allt á lóði og þú veist, var svo alveg að skýta í mig, sko, þú veist, og hérna,
reif símaskrá og eitthvað svona og hérna svo var ég að lyfta þessu og þá stóðu þeir við lóðin og sagði hrikalegur, þú ert hrikalegur Jonni, þú ert hrikalegur og maður alveg, þú var alveg rosalega mondinn og þú veist en þetta var alveg rosalega þungt og ég hefði nú ekki getað að lyfta þessu nema þeir væru þannig við að hjálpa aðeins. Peppuðu upp. Já, og ítt aðeins undir. Það var þetta körlvél. Já. Þú þarna varst einstaklega sterkur í henni. Já, og síðan voru maður svo reif maður símaskrá Útskýrðu fyrir fólki hérna hvað að rífa símaskrá? Það er að reka við. Þú bara tókst svo vel á og þú rakst svo rosalega við. Já, akkurat. Jonni kallar það, þú veist, fredaduglega, það er að rífa símaskrá. Já. Heyrðu, Jonni, eitthvað sem þú vilt bæta við? Hérna, nú erum við bráðum búin að sitja hérna í klukkutíma. Já, og hérna, hvar er þessi mynd sýnd? Hún er sýnd í Bíó Paradís á morgun, þú veist, hún byrjaði sko 8. janúar. Á morgun er 1. febrúar. Já, og síðan er hún sýnd á þriðjudag og einhverja fleiri daga sko. Þannig að þeir eru mjög það er hægt að fara inn á vefinn hjá Bíó Paradís eða bara fara þarna niður eftir en þetta er alveg sko hún hefur bara fengið mjög jákvæða umfjöllun og dóma og þannig sko og ef að fólk bara sem líkar tónlist ætti að sjá endilega þessa mynd. Já, maður fer náttúrulega á heimildamynd öðruvísi stemtur heldur en... Heimildakvikmynd. Þetta er heimildakvikmynd. Já. Og hérna maður er náttúrulega að horfa á, þú veist, væntanlega lífsverk þessa manns. Að einhverju leyti. Já. En ég hefði náttúrulega gert sko 10 þáttar seríu úr þessu en ég ákvað bara að setja þetta upp í eins og ég væri að gera kvikmyndum hann. Sko en alveg frá 7 ára aldri þá var hann að sko þegar hann var að leika sig með harmonikunni hjá pappa sínum og hérna og síðan 10 ára þá var hann farinn að spila upp á Keflavíkurvelli. Já. Er Þórir þá, hann er þá frá Keflavík? Hann er Keflavíkingur? Hann er Keflavíkingur og líka Dalvíkingur. Já. En sko hann þetta er og allir hinir tónlistarmennir sem koma þarna inn sko þeir fara eiginlega eftir Þóri. En þetta er ótrúlegt, þú veist hvað Keflavík hefur ungað út mörgum hæfileikaríkum tónlistarmönnum og bara hvað þetta hernám hefur haft gríðarleg mótandi áhrif á mannlífið þarna suður með sjó, þarna í Keflavík og mjög og bara þú veist að því þeir voru með allt nýjustu af öllu sko og með aðra útvarpsrás ekki bara gufuna sjónvars og síðan bara þú veist líka tískan og allt sem var þarna á vellinum þú veist þetta kom eiginlega mjög mikið frá beisinu. Já, rosalega mikið og ég var að vinna með manni frá Njarðvík, fótboltaþjálfari, frábær maður, Freyr Sverrisson og sögurnar sem hann var að segja, þú veist, mér ofan af, sem gerðist upp á velli þegar, þú veist, þeir voru sem strákar að skríða undir girðingunni, þeir voru að fara inn, þeir voru að tæma sjálfsala, þú veist, með bjór og sígarettum og saman sér bakpoka og svo voru þeir að selja þetta niður í bæ og bara, þú veist, fólk var að smygla, hafa smiglað mat og víni og öllu út úr herstöðinni. Fólk fór í þessar búðir, þessar matvöruverslanir og keypti það sem var ekki hægt að kaupa hér og seldi þetta áfram og
og þetta er bara ótrúlegt. Sko... Ótrúleg saga í kringum þessa herstöð. Herstöðin sko hafði mjög mikil sko áhrif á tónlist í landinu. Já, gríðarlega mikið. Já. En hvað, þú veist, myndin sýnd klukkan 3, 5, 7 og 9 eða bara eins og í gamla daga eða hvað tímum er það? Þetta ekkert eins og í gamla daga, Hún sýnd einu sinni á dag eða? Þú fer bara stimplarinn maðurinn sem elskar tónlist og þá sérðu og ferð inn á Bíóparadís og þá sérðu hvenær myndin er sýnd sko. En þú veist, og allir tónlistaráhugamenn og tónlistamenn, þeir eiga að sjá þessa mynd sko. Já, ekki spurning. Náttúrulega sko, náttúrulega Þórir er 81 árs núna og hann verður 82 á þessu ári? Já, í mars á þessu ári, hann er fæddur í mars eins og ég. Já. Og hérna... Hvenær er mars á túamali? 12. mars. 12. mars. En hann er 29. mars. Já. En hann er reyndar ekki fiskur, sko, svo ég er fiskur. Já. En sko, það er líka, sko, hann er náttúrulega, já, að verða 82 ára í dag og hann, sko, hérna, það dugur hann nú ekkert að vera í einu bandi. Þú veist, hann er í 3 jazzböndum. Já, og hann hefur góða heilsu ennþá? Mjög góða heilsu. Frábært. Og bara, þú veist, að því bara tónlist, hún nærandi. Já, og síðan er þetta bara eitt að jákvæða við lífið, sko, það er bara tónlist. Tónlist og dans, yngjandi. Já, akkurat. Já. Jóni, núna er klukkan að slá í, hérna, ég er búin að vera í 60 mínútur. Já. Segjum þetta gott. Já. Einhver lokaorð? Þú ert í þessari vel hérna? Já, nei, það er bara, þú veist... Bara við hvetjum alla til að fara á mannin sem elskar tónlist. Já. Þakka ykkur fyrir. Þakka þér fyrir. Heyrðu, gefðu hérna smá thumbs up hérna. Johnny boy. Jóni, verður alltaf velkomin aftur í hérna stúdíóið mitt. Frábært að sjá þig. Já. Og takk fyrir komuna. Já, takk fyrir sömuleiðis. Segjum þetta gott. Feitum niður í svart. Já.